Hundblautu og slæftu hlustendur. Þetta hlaðvarpið 2 á toppnum. Þetta mun vera þáttur hashtag 118. Ekki satt? Búm, jú, Búm. heldur betur. Það ömurlegt veður og það var aldrei, sjaldan í sögu þessar hlaðvarpir jafn mikilvægt að vera svona á tánum og taka markvisst fyrir hluti, það mikið í gangi. Einmitt. Þá náttúrulega mæti við með ómarkvissasta þáttin í þessari 118 hlaðvarpa seríu vegna þess að við erum bara, það stendur ekki vel á. Já, jú, það stendur alltaf vel á hjá okkur, sko. Okkur fannst það bara svo mikilvægt af því að núna koma út svo ótrúlega mikið af þáttum. Það ömurlegt veður úti, það sjaldan verið mikilvægt að vera inni, horfsjónvarpið. Þannig að við ætlum í rauninni að fara hérna aðeins yfir það sem á að horfa á, en það ekki það? Jú, meðal annars. Þetta svo góður í spunanum, sko. En það ekki það? Jú. Væntingastjórnin, sko. Já, ég er náttúrulega bara, ég heyrði nú á bylgjunni í morgun hjá Heimi og Lilju að þetta veri fyrsta haustlægðin. Einmitt, en það ekki? Jú, og hún slæm og þetta fer svo í skapið á mér, ég í brjáluðu skapi, þolið ekki. Já, ég er ekki ennþá komin í svona, þú veist, haustdeburðina, skilur og skamsdeis, kallar maður það ekki, skamsdeis tunglið, já, vegna þess að þú veist, það ennþá tiltölulega bjart og svona, en ég hlakka ekki til, ég meina það í kaltæni, þú veist, bara þegar maður verður orðin svona alveg farin af þreytu, þegar allt verður orðið erfitt, þegar maður nennir ekki að gera neitt, þegar maður kemst ekki út og þegar maður verður dimmt á morgnana. Já. Það mun vera erfitt, sko. Dimmt og kalt. Já, þú veist að núna ég búin að vera, eins og þú veist, ég búin að vera mikið að hlaupa og svona, hlúa sjálfum mér. Og en þú veist, þetta bara, þú veist, verður maður ekki bara að horfa á björnsulhjöfnar? Jú, ég meina þú kannt það betur en ég. Það ekki það? Þú veist, maður verður bara einhvern veginn að reyna að þola þetta, ég meina, veðrið hingað til hefur verið ekkert eðlilega gott með við ástum á. Já, og þetta var gott sumar og gott haust og allt það, þannig að kannski verður, ég náttúrulega bara nenni ekki snjóþungum vetri, sko. Nei, ég nenni ekki heldur. Vá, ég nenni ekki heldur. Það verður alls svo erfitt. Það er svo, þú veist, það er nefnilega, þú veist, þegar maður hefur komið til hann, ég fór til Kaliforníu í februar. Já. Þú veist, fólk þar er ekki þunglind, sko. Nei. Þú veist, það er enginn að tala um, mér fólk fyrir ekki, Tóti, bara fólk er ekki að tala um hér. Hvar við erum hefur mikil áhrif á það hvernig okkur líður. Nei, ég finnst þér ekki vera, heldur að það sé ekki búið að fatta þetta og greina þetta. Nei, mér finnst það ekki, mér finnst fólk alltaf að vera bara svona, okkur er svona helviti þungur hérna, og maður er eitthvað, af því að þú veist, það er janúar og það er umlegt veður og... Já, til dæmis bara og flettur upp í orðabók Kaliforníu eða ítalskri eða franskri. Það er ekkit, skammdegistunglind er ekkit orð. Það er bara 100% ekki. Þetta er náttúrulega bara, þetta er bara framandi konsept. Og ég meina eins og þegar ég fór hann í skiptin á mig fyrir 10 árum síðan til Ástælu, þetta var eins og sagan á bláan hettin, sko. Eftir andrasna, sko. Við erum á dökku hliðinni, þau eru á björtu hliðinni, sko. Já, þetta er náttúrulega hinum meina. Já. Þannig að, en þú veist, við erum upplýstjarfir og við ætlum að taka hérna heilt haust með ykkur hlustendur og fara yfir allt sem maður er að horfa á. Ég nefnilega hef verið að upplega svolítið núna, Tóti. Já. Að vera heima og eins og veist, maður er búin að vera mikið að vinna og svona, og svo er maður einn heima á kvöldin og bara horfa á eitthvað, skilu. Ég fyllist svona kvíða, hvað ég að horfa á næst. Já. Það er svo erfitt að velja líka. Já, þegar það er svo mikið úrval. Já, þegar þú ert á milli þátta. Líka bara því að maður nennir eiginlega að gefa einhverjum þætti sjens ef hann skildi vera lélur, skilu. Já. Og það þarf að vera svo rosalega gott til þess að ég nenni að horfa á það, sko. Já, en þú getur ekki bara hægt á eftir korter eða 20 mínútur eða eitthvað slegir. Jó, reyndar, sko, en þá, mér finnst það svo mikið tíma svona, sko. Já. Það er, sko, maður er einhvern veginn alltaf með allt við það tilfinningar sem maður upplifi í Game of Thrones, skilur við. Þetta var bara amazing, skilur við. Já, ég veit ekki, ég er náttúrulega samt, gallin við þetta ekki mér að ef ég byrja á ykkur, þá er ég með ykkur að þrá ekki, ég verð alltaf að klára, sko. Þannig að það getur sett strikreikningin. Einmitt. Og svo náttúrulega bara síðustu viku, ég nefndi nú held ég líka í síðast þetta, ég horfði á allar 4 Slow Horses seríunar aftur, kláraði síðasta þáttin í seríu 4 og svo kom miðvikudagur og þá fekk ég fyrsta þáttin í seríu 5. Það er komið fyrsta þáttur á 9? Já. Hvernig er hann? Hann fer mjög vel á stað. Wow. En að því ég náttúrulega skautaði gegnum bókina aftur, London Rules áður, sko. Þá sé maður strax bara í fyrsta þetta, það er svolítið verið að breyta. Aha. Já. Þú ert náttúrulega alltaf á ágræði að þú vil ekki lesa þetta til þess að skemmi ekki en ég held alltaf að þessi, já, það er tekjandi eitthvað beigja.
Einmitt, en bara fyrir hlustendur sem hafa ekki tjekka á þessu Slow Horses ég meina þetta náttúrulega ekki aðgengilegt á Íslandi Nei, ekki eftir neinum réttum leiðum ekki nema fyrir þá sem að eru með heimilisvesti í Bandaríkjónum og geta verið áskrifundur á Apple TV þetta er Apple TV, þetta er Apple Original eins og allt Chief of War, búin að horfa á það Nei. með Jason Momoa Nei, ég hef ekki komist Hawaii, það eru klikkar þættir gerist í Hawaii, Game of Thrones feelingur geggjær sko. Nei, Slow Horses er náttúrulega, það er bara afdrifverið mistök ef fólk er ekki búið að kveikja á því þetta er ógeðslega gott og þetta stendur í 90% á Rotten bara svona svo dæmi sér tekið sko það er galið sko og svo hefa náttúrulega þeir dómar sem að bystum þessa 50 seríu sem að var að byrja eru þannig að þetta sé bara það besta að hinga til sem er þá helviti gott sko ég bara eina ágæta mín er að hún Louise Dakkakonan sem er náttúrulega algjörð eða töffar og eina uppáhaldspersónin í þessu búin að lenda í öllu sem hægt að lenda í en strax í þessum þætti þá er hún að fara í hálfsárs frí og það er ekki í bókinni og það er ekki gott en þá virðist þetta hafa verið svona scheduling konflikt að hún var að leika í einhverjum Harlan Coben Fool Me Once eða eitthvað Netflix eða eitthvað sko. Okay. En ég bara maður sér það bara í þætti 2-3 hvort að hún segi alvörin að vera fjárverandi ég hef áhyggjur af því Það er svolítið gott að leysa svona vandræði með hún er farin í hálfsársfrí hún var að fara í compassionate líf sko. hún var að fara svona kullunar andlegar uppbreytingar frí sko. Auðvitað en hvað ertu það búin að horfa á? Sko, ég er náttúrulega Alien Earth það er búið að vera það var að klárast núna Gen V var að byrja það er ofsalega gott fjóru þættir þetta fer rosalega vel stað ég fíla bara hennar heim, The Boys heiminn ég finnst þetta skemmtlegt ég er aðdándi manstu ég manna Arnar Tómas var engin sjellur aðdándi þegar við rættum þetta fyrir þó mörgum þáttum hann er náttúrulega, eins og við köllum hann oft maðurinn sem uppgötaði The Boys akkurat, fyrsti maður til að horfa en hann var ekki að preyfa þessu spin-offi en ég hef mjög gaman þessu við tölum ekki þetta væri svona Beverly Hills 90210 í The Boys heiminum einmitt, þetta eru, sko við tölum þetta í 20. þætti 9. nóvember 2023 það komið svolítið síðan mælum við þeim þætti frábæra umræður það er eitthvað bara, eins og við segjum konceptið er það að þetta eru háskólakrakkar í The Boys ofurhetju heiminum manna Arnar Tómas var að tala um að The Boys náttúrulega þetta var svona að það verið að hæða það þessu ofurhetju konsepti en að þetta sé allt í rauninu bara orðið eins og ofurhetju Marvel heimurinn sko, sem er að vissu leiti rétt sko. En manni finnst þetta bara svo skemmtilegt þannig að maður bara hættir ekki að horfa á þetta. Nei, ég bara hef ekki komist í þetta en ég hafði mjög gaman að Gen V og mun að sjálfsögðu horfa á þetta þegar ég hef tíma en ég veit ekki hvort ég þurfi alltaf að vera að horfa á eitthvað svona gamalt sko. Nei en og svo var Alien Earth að klárast og ekki 8 þættir Jú, það ekki þetta er náttúrulega sko, sitt sýnist hverjum sko. Ég sá umræður á íslenskum Facebook-hópum hvað þetta væri mikið drast það er svolítið ríkjandi viðhorf hjá þeim sem að hafa sig í frammi á íslenskum svona hópum Ég skil ekki alveg af því að sko, ég horfði á þetta og ég var mikill aðdáandi nei, þetta er bara gott stöf sko. Ég man ekki hvernig svona þáttur greip mig svona síðast og svo höllum okkur aftur að Rotten Tomatoes þá er Alien Earth með 93% og þetta er bara þétt og gott stöf en auðvitað kannski ekki nákvæmlega eins og einhverju finnst að Alien stöf eigi að vera sko. Mér fannst þetta bara, ég sammálaður þetta var bara fullkomið world building skilur þetta var bara fárlega vel gert skilur og svo náttúrulega endaði þetta á svona semi-cliffhanger og allt galopið og það umræður eru hafnar vertíð 2 sko það er ekki búið að ákveða en er ekki búið að ákveða það er ekki búið að negla það niður sko. Það kemur á orð, ég var mjög spenntur ég vil vita meira Já, miklu meira og hann segir það sjórönnarinn, hann Noah Hawley að það sé sko hellingur eftir til þess að explore og en þetta held ég að þetta sé búið að slá þannig í gegna þetta er spurningum bara ekki hvort heldur hvenar Við ætlum að fá sérlegan sérfræðing Já, þetta er nefnilega efni í sérþátt en
En svo, já, þannig að það er best að segja ekki mikið Alien eftir bílinn, nema bara þetta er gott stöf, skemmtilegt og svo gladdi mér náttúrulega alveg óendanlega að Adrian Edmondson vinur minn, freski gammaleikarinn úr Bottom og The Young Ones hann var bara í öllum þáttunum, ég held að hann myndi drepast sko, einmitt hann bara, og svo twist, það er bara plot twist í kringum hann í síðasta þettinum Já, alveg, hvernig leikur hann er Atom Egon hvað heitir hann Egon handlerinn sem er alltaf með Peter Pan stráknum undrabarninu ógæslega sköllótti kallinn alveg rétt einmitt gott sko og hann er bara að sína mikla takta sko, svo ég sá svona útlenskum Facebook-hópum, þar svona fólk var að fatta þetta, að þetta væri sem sagt Vivian Punkarinn úr Young Ones og Eddie Hitler úr Bottom og byrta svona myndir af honum í fullum punkaraskrúða úr Young Ones og þetta er sami maðurinn, ég var að fatta þetta ok, frábært er þig og mitt Bottom eru 34 ára bara í þessari viku þetta sem ég alltaf þreytist ekki að þeim mæla með en alltaf eru bara heila horfnir í gleymskunar dá sko. Það er ekki hægt að sjá það neins þar Nei, ég held að það sé ekki eins og á BBC iPlayer eða hvað þetta heitir sko en ég á þetta alltaf í hard copies byrjaði að kaupa þetta alltaf AFOS og svo setna meir DFT sko Það er eini þættir viðbútt sem ég langar að ræða þig sem eru reynda bara nýkonur út House of Guinness Já, ég ætla einmitt að ég sá þetta var að dettin á Netflix bara var að dettin, ég horfði á aðeins á þetta Já, og ég var búin að nefna þetta við þig og spá því að þetta væri eitthvað fyrir þig Já, ég The votes are still out, segir maður það ekki þú veist, ég veit ekki sko mér fannst fyrst þegar það var fín ég datt svolítið út sko maður missir áhugaðan á einhverjum tímpunkti byrjun er geðveik að þetta náttúrulega gerst í Írlandi snýst Guinness fjölskylduna sem á Guinness brugghúsið 1868 þegar pabbi deyr og svo er þetta systkinin og virka premissið geðveikt svo svona eru, þú veist, það er rann uppreist í Írlandi, þú veist, þegar þau vilja fá sjálfstæði frá Bretlandi, það er ímsa svona flettur og ímsi sögutræði sem að svona spinnast í kringum þetta og hann er okkar maður hann James Norton sem var í King and Conqueror hann er leikur toppleikari ótrúlega mikil toppleikari og svo svona fara að því að svo snýst þetta erðamálin sko hjá krökkunum og það fer ekki almennilega stað fyrir öðru þætti og ég er alveg smá svona býtuð, þú veist, akkur höfðu þetta ekki bara í fyrsta þetta er það sem er áhugavert þetta er það sem mér finnst áhugavert og svo er svona, þú veist, ég bara velti fyrir mig þegar production value er á ákveðin hátt þú veist, þetta eru svona periódu þættir ég fæ á tilfinninguna þessir þættir hafa mögulega verið gerðir fyrir gellur frekar á mig skilur hvað þið þetta minnir mér svolítið svona á Outlander mástu þetta þeim þáttum Outlander er þetta svona tíma hún ferðast aftur í tíman og kynnist í Skotlandi og kynnist einhverjum rosalega hot skota árið 1700 skilur þetta er svona smá þannig en svo er það svona smá Game of Thrones light af því að þau verðast munu ætla að fara að rífast eitthvað heimbyrðisum þú veist bjórlegi Succession Jú, einmitt, nema þú veist að HBO er ekki að gera það og það er ekki eins góður handriðsöfundar, þetta er ekki eins vel gert þetta er ekki eins spennandi, það er ekki eins áhugaður karakterar, skilur hvað við þetta er svona, þú veist, ég veit ekki ég var að hugsa þetta í gær þegar ég var að horfa á þetta bara er maður orðin of bara þú veist, er maður bara alltaf að búast við einhverju gott tier sjónvarpsefni þú veist, er ég ekki vandamálið það frekar þetta sjónvarpsefni það er ekki aðeins um þáttum sko nei. En þú veist, með þess að ofbeldi er svona þú veist, það á að vera eitthvað brútal ofbeldi það er alveg frekar svona smá brútal en þú veist, það er samt ekki alveg full on R-rated HBO level ofbeldi og þá er maður bara svona, mér finnst það bara svona þú veist, tilkvæmst að vera þessu skilur við hvað við þú veist, ég veit ekki mér finnst það vera svona þú veist, ég ætla að halda áfram að horfa ég held þetta verður örugglega geggjað ég held ég muni fíla þetta að því að þú líka Guinness maður og ég hef komið hana það sem meðal hans er að taka upp hana fyrir utan Guinness verksmiðna í Dublin ég hef komið hana, drukki Guinness þar besti Guinness sem ég hef fengið þetta er geggjað bjór, þetta er svo skrítin eins og við töluðum síðast, við erum búin að tala um þetta og við hefum talað það yfir fyllibittan ég hef aldrei getað að drukki eina kollu af þessu ógeði Nei, að þeim finnst þetta ekki vera típisku stát svona dökkubjór
En mér finnst áhugavert að þetta sé meira eitthvað fyrir gellur. Nei, ég er bara ég tengi einhvern veginn segfljótandi dökkan bjór miklu meira með einhverja rusta. Já, þetta er nefnilega, þetta er ekki alveg svona, þetta er ekki alveg spot on, ég er að hugsa á meðan ég tala, sko. Þetta er ekki nákvæmlega þannig, en skilur við hvað við, þetta er svona periódu, svona, þú veist, 1800 og eitthvað, flottir hérna búningar og flott föt og flott kallmenn og konur sem að ekki séns og þú veist en ég ætla að horfa á þetta og svo skal ég segja ykkur næst hvernig mér finnst þetta. Er þetta ekki 8 þættir eða eitthvað? Allt og mikið. Þetta er náttúrulega Netflix, sko. Ég hef náttúrulega tekið eftir því, sko, þú nefnir oftast HBO og Apple TV þegar þú ert að tala eðalstöfið, sko. Þannig að þetta er kannski meira bara eins og Budweiser eða eitthvað hland, sko, á Netflix. Þetta er svona þú veist, en svo er maður líka bara maður er orðin eitthvað skilur, picky en svo höllum okkur aftur að statistíkinni, þá stendur House of Guinness í 86% á Rotten og skaust lóðbent í annarsætið yfir vinsælustu Netflix-sætin á Íslandi. Á toppnum er Black Rabbit sem var líka bara að byrja. Já, ég byrjaði því og skoða svo að þetta hefði ekki fengið neina eitthvað gegja dóma og þetta hélt mér ekki fórsmáði töðunar mér, ég var ekki að tengja þessar karaktera og ég hætti ára. Þetta stendur í 65%, það er svolítið læra og þetta hefði nú sennilega farið fram hjá mér ef ég hef ekki séð hérna á Facebook að stórvinur minn Guðmundur Brynjólfsson djákni og alvitringur, hann hérna horfði á þetta og sagðist að hafa haft gaman af, sko. Þannig ég kíkti á þetta en ég held ég búið með 2,5 eða 3 þætti og ég svolítið eins og þú, þetta er ekki alveg ég er svolítið annars hugar þess að dana og þeir eru hérna, hvað, þetta er hérna Jude Law og Bateman, hvað er hann? Patrick Bateman, Jason Bateman sem er hérna í Ozark sem eru þætti sem mjög margir tala vel var í Arrested Development og er náttúrulega almennt séð mjög fýll leikari og Jude Law náttúrulega, ég náttúrulega var eiginlega bara skotin í honum hérna á Gattaca-tímanum fyrir utan Johnny Depp bara eitt fallegasti maður sem ég sé, sko. En hann eldist ekkert mjög vel og er svolítið svona þreyttur alltaf einn. Já, ég veit ekki, þetta er þess að bræður sem er eitthvað að standi að reyka eitthvað rosalega vinsalega veitingastað, Black Rabbit. Nema Bateman bróðurinn er alveg svaklega spila fíkill og aumingi og róta sér í skuldir og allt er eitthvað í volli og einhvern veginn, ég veit ekki, kannski er ég bara eitthvað ekkert ofræsk og ég nenn ekki, þú veist, finnst mér að sjá svolítið mikið þáttum sem fólk er alltaf einhverju veseni og alltaf einhverju svona veseni, einhverju peningaveseni og hætt á að vera skortnir aðeins fingur eða eitthvað þegar þú getur ekki borgað fyrir að ég hef aldrei skilið spilafíkn segja frá því ég fari í nokkra meðferðir, sko og það er alltaf öllum grauta saman, sko fyrir að mér svona fyllibittur og dópistar og og spilafíklar Akkur er það? Þetta er bara fíkn fíkn er bara fíkn, þetta er bara sama meinið má vel vera, en mér fannst alltaf spilafíkn þetta er svo vitlaus því að maður fær ekkert út úr svo, ég veit hvað ég fæ frá áfenginu ég drekk mig fullan og þá bara verði fullur og svo, ég fæ eitthvað í staðinn sem er náttúrulega fylgja, náttúrulega blackout og hörmungur alltaf en ég hef lært það á þessum meðferðum mínum að þetta virkar eins spilafíklarnir eru bara, þetta eru sömu stöðvar í heilanum sem bara fara á yfirsnúning bara þannig að þetta er það er hægt að vera háður þessu, ég skilja samt ekki ég skilja ekki hvernig getur að vera háður eitthvað sem þú setur ekki onni þig, sko. Það var einmitt eitthvað fréttu núna það var eitthvað umræð að þingi þetta, sko þegar núna er náttúrulega, þú veist, þú kemst inn á þessa síður allar, sko, þetta er náttúrulega ólöglegt á Íslandi en að gæslappa en svo er allir þessi spilakassar þú setur bara heim í stofu og fer til útlanda gamla, sko einmitt, þú fer bara inn á einhverja vefsíðu, þú veist, það er ekkert mál svo þarf að gera eitthvað peningana, sko og þeir eru allir út úr landi og fjölmiðlar græði ekki neitt á þessu kannski ungir menn sem eru að róta sér í hefi skuldir, sko það er ríkant ég þekkti einn helviti góðan gambler, sko sem var spilavítið náttúrulega bæ, svona aleini í staði, sko og hann, sko, hætti þegar hann var komin upp í einhverja 2-3 milljónir og þá var sessunundan að okkur heldur ekki áfram nei, hann hélt áfram og tapaði öllu og þannig að okkur hættur ekki þú getur keypt þér bíl að þið með langar í hús það er svolítið klika ég er náttúrulega einmitt, ég er ekki búin að segja ég er löngu búin að segja öllum hérna sem hlusta á podcast, kannski 9 hlustendur þegar ég fór hana til Las Vegas í februari fyrst sinn nei, hef ég ekki talað um það hér
mér fannst þetta bara, ég hef eitthvað mér fannst þetta bara svo satt mér fannst bara svo mikil eimdað niður þú veist, þessar vofur í spilakásunum og þú veist, þessi blackjack borðum og þessum öllu dæmi, þú veist það engin gleði í þessu, sko. Nei, og ég veit þetta vofur, þetta nefnilega eins og bara langt leittar fyllibittur á dómstað, sko. Ég tók eftir í sumur spilafíkla sem ég verið með í meðferð, sko, voru verra á sig komnir, andlega og líkamlega heldur en fyllibittunar. Og jafnvel dómstaðnir. Hrikalegt, sko. Já, allavega við erum hafa ekkert kannski ég Black Rabbit að lenda í sama hólu hjá mér og Butterfly á Amazon Prime, ég ekki búið með það spennandi þættinir. Nei, það var eitthvað svona, það var eitthvað off. Já. Ég mun líklega ekki klára þetta. Nei, og það eins og segið, það var vantað upp á tengingu við persónuna, sko. Mér svo að Bateman karakterin bara fór bara töðunum. Já, mér líka, sko, ég skildi ekki alveg, sko, með þetta, sko, þetta var svona aðeins með svona, jafnvel eins og þessi þetta var að reyna aðeins svo mikið að vera eitthvað svona dark, við erum alveg svo Breaking Bad, Já, og svo áttu þeir eitthvað fortið þetta og svona svo Oasis bræðurnir eitthvað, þetta er eitthvað hljómsveit, eitthvað frægir og eitthvað. Svona flashback sinnu, sko. Já, en sko, svo horfði ég ekkert eðlilega áhugaðarmynd á Netflix. Já, Netflix nú. Raunverulega, bara það við hefum semi-átt að taka bara heilan þátt utan á þá mynd, sko. Hvað mynd? Nú myndin Shamanin sem giftist inn í norsku konungsfjölskylduna. Já. Sem giftist, ég man ekki eins og hvað þessi mynd heitir, Shaman Durek. Já. Giftist henni hvað heitir hún, Birgit eða eitthvað prinsessu á Nóri og það er heimildamynd brúðkaupsveðra og þau þetta sko, eins og við vitum þá er ég mikill konungsfjölskyldu fanatic. Já, ég held að væri bara Royal Family einmitt. Nei, það var svo gaman þegar þarna var Harry og svona og hann Rebel Royals, an unlikely love story heitir þetta. Það er Martha Louise og Shaman Durek, ég meina því hann er eitthvað svona galdralæknir og hann hefur komið til Íslands, Frosti Logason hefur tóku viðtalið hann fyrir Ísland í dag eða Harmageddon bara og hann er svona galdralæknir og svona pæli öndunum og svona svo kynnist hann, sko, Martha Louise, sko. Hún er prinsessa, sko. Og þau giftu sig í fyrra eða hitti fyrra rísa brúðkaup í Geiranger einhverjum smábæ í Nóri og normenn eru náttúrulega eins og við Íslandingar, þú veist, þeir voru bara what the fuck og fjölmiðlarnir hann bara, þú veist, að þegar hann var að tala í einhverjum podcastum kynlífið þeirra og eitthvað svona og hann svaka hissa þegar það var tekið upp og byrta fréttir að skilur og nei, þetta er eiginlega þú veist, bara Harry og Meghan hvað segi ég eiginlega, bara, þú veist, semi, sko. Þetta er þannig, sko. Ég mæli allavega með þessari mynd. Ég skemmti mig miklu betur yfir henni heldur en ég bjóst við, sko. Þetta er svo ruggla, sko. Þú veist, getur ímyndaðir að því að svo sendi, sko, konungsfjölskyldan, konungurinn, sendi frá sér yfirlýsingu vegna rasisma í garð hans. Og Harry Bretaprins talaði þetta í viðtali, sko. Að konungurinn þar hefði led by example og gefið frá sér yfirlýsingu en það hefði Karl konungur ekki gert fyrir Meghan. Skilur það vil alltaf enginn gera neitt fyrir Meghan, hún ger ekki neitt fyrir neitt. Hún Já, en þetta kom á óvart hvað það var skemmtileg mynd og hann er náttúrulega alveg bara hlutinni sem hann hefur gert og sagt og svona rugglaðir og þú veist, mælum með þessu. Já, svo að þegar við erum að tala um Netflix þá kíkta þess á listan bara í 5. set á Netflix, það er komið 1883 vesturinn hans hvað heitir hann, Taylor Sheridan með Sam Elliott og varstu ekki búin að horfa á það? Jú, fyrir löngu ekki löngu þetta er alltaf komið á Netflix en ef ykkur hefur ekki séð það þá erum að grípa það algjörlega, allar þessar seríu sko 1883, 1923 Yellowstone þetta er svo gott já, hann eitthvað eftir að klára Yellowstone ætti að við ekki já að það Kevin Costner hætti svo er svona eitthvað að fara þetta er ekkert spes eða svona fólk var að tala þú voru svona að klára ég held að standi til í að gera sko, spin-off síðan þetta bara Beth og hvað hann upp á skallin minn töffarinn Rick. Rick. Er það á að gera það? Já, Rick. Ég hef heyrt það að sé það einhverstað Ég myndi horfa Já, klárlega, þá er kannski betur að sjá hvernig þau yfirgefa Yellowstone sko. Yfirgefa Yellowstone? Nei, úr þættina sko. Varst það að spoila það? Nei, menna, þú veist Yellowstone er búið sko. Nei, þættina Þeir eru búinir sko.
Svo Adolescence í 9. set á Netflix, þeir hafa skotist inn aftur eftir Emmy. Tjekka þessu. Við náttúrulega gerum Legendary þátt. Já, fólk ætti nú þáttur 91 með Kolli Bergþórs. Já, Legendary þáttur og allir þættir okkar eldast eins og gott vín. Já, eru allir síkildir. Þetta var rétt saman, 91. Ég man þetta bara. Já, svo er náttúrulega það sem er málana og verður væntanlega næstu dag og vikur One Battle After Another. Wow. Við fengum hana bara, þessa mynd í bíó. Þú veist hvað, það var enginn að tala þessa mynd, ég einhvern veginn bara Nei, þetta náttúrulega Paul Thomas Anderson. Hún kom náttúrulega eins og sögu í Weapons-þættunum okkar. Hann Arnar Már Eifelds. Já, Ketchup, hann mikill Paul Thomas Anderson maður og var að bíða svolítið spenntur. Og þetta náttúrulega, hann hefur náttúrulega gert þarna hvað The Master, There Will Be Blood, Punch Drunk Love, Magnolia og Boogie Nights. There Will Be Blood var heldur í góð. Já, og Boogie Nights náttúrulega og Magnolia samt hjá mér alltaf merkilegast verið það að Tom Cruise var ógeðslega góður í. Master með Joaquin Phoenix. Já, og honum Philip Seymour. Það eina myndi sem ég hef gengið út af í bíó. Já, mér fannst þú svo leiðileg. Ég var reyndar, 20 ára eitthvað. Já, 19 ára. Ég var ekki byggður á bjánunum sem að fann Vísindakirkjuna. Jú, var það ekki eitthvað? Battlefield Earth. Ég var of ungur þegar ég sá hana. Já, kannski. Mér leittist ekkit eðlilega mikið og gekk út. Og ég hef aldrei gert þetta eins og veist. Já, en þessi mynd bara eitthvað, something else. Það þannig. Já, mér var Alfreð í Sambjörn, hann bauð mér á sérstaka sýningu í Ásbergsalinn í Kringlubíó núna á miðvikudaginn. Vá, það er svo geggjað salur. Heyrðu, ég var að koma í eina sal í fyrsta skipti. Hefur aldrei komið áður? Nei. Hitt í sætum, getur hlaðið símaðinn. Já, þetta ógeðslega góður salur, líka bara risa tjald, sko. Þetta er stór lúksusalur. Það svona lazy boyar, sko, en þetta bara alveg humongous bíósalur, sko. Fárlega næ, sko. Heyrðu, þessi mynd, hún þarf náttúrulega að sér þátt. Það er ákveðið. Það verður aðalþátturinn í næstu viku. Já, taka Arnar, Já, hann eiginlega lofaði í Weapons-þættinum. Þá tökum hann. Já, en þessi mynd þetta er bara, ég er ennþá að melda hana. Þú sagði það hugsa hana. Og ná utanum hana. Ég ætla að fara á hann í kvöld, búin að ákveða. Þetta er sko, Empire gefur henni 5 stjörnur. Með þeim orðum að þetta sé a stone cold instant classic og hún að fá náttúrulega stjörnlega dóma allstaðar og já, og hún er 98% á Rotten og hún löng, þetta eru sko 2 klukktímar og 40 mínútur cirka og það er svo mikið í gangi og það er náttúrulega Ég get ekki beðið maður, ég er ekkert eðlilega spenntur. Já, en þú veist ekkert út í hvað það Nei, ég veit ekki neitt, ég veit ekkert hvað, ég veit bara premissið að hvað, það er það kemur 20 ára, já þú veist sem bara, þú veist, fylgir með skilurinn sem utan á bókinni. Já. Bara þegar maður fyrir á Sambium.is Leonardo DiCaprio sem satt leikur svona stoner sem að sko 16 árum áður hafði verið að standa í heilmikilli byltingu. Ég er ekkert eðlilega spenntur. Og ég bara man ekki hvernig ég var svona spenntur síðast. Og þar í tíum við aðal byltingagelluna sem er hörku karakter og hörkutól og þau eignast barn og svo hverfur hún. Ekki segja með mér. Nei. Og svo bara 16 árum setna er stelpan og 16 ára dóttirinn þá kemur vondur maður Sean Penn sem á harma að hefna og fer að elta þau út með allt en svo bara, hún er svo marglaga þessum mynd og svo margt í gangi og Svo villir ég spenntur. Ég sé umræðum að trailerarnir séu sérlega misvísandi. Ég til dæmis ég hélt að vera að fara að sjá allt öðru sem mynd. Ég held þetta væri eitthvað sko bara þú veist það sem ég er að búast við núna bara spennumynd. Já, ég held að það væri bara svona non-stop hasar sko líka one battle after another nammi svo ekki segja með mér John Woo dæmi sko ekki segja með mér en hún er allt öðru sí Don't tell me more og þarna hann leikur sér sko Er þetta ekki fyrsta sinn sem einhver svona passar upp á spoilera ekki alveg ég var eitthvað að passa upp á það daginn var ekki eldarnir eða eitthvað Jú, eldarnir, jú Það var aldrei svona, þá var ég á bremsun á þér Já Herðu, en og Leonardo DiCaprio er þarna í alveg og hann er alltaf góður og Sean Penn er bara
hann eina mínu uppáhalds, hann frábær. ekki langt síðan maður sá hann í Jú, hann ekkert búin að vera í hennu. Nei, við sáum hann síðast í a.k.a. Charlie Sheen myndin á Netflix. Akkurat. Og svo Benicio del Toro þarna líka, hann er alltaf góður, hann er frábær, það er bara allir ógeðslega góður, þú veist, allir leikarar eru bara á sko yfirgetu sko einhvern veginn, ótrúlega góður og þetta er massífa ádela. Sá nú Egill Helgason sagði á Facebook að svo fá fasisarnir á baukinn, það er gaman að því og það fer helviti mikið fyrir fastistónum núna. Já, og hún er náttúrulega einhvern veginn tímasetningin á þessari mynd er alveg ótrúlega flott og hún er líka sko, ég sá einn Rínir sagði að þetta er sem sagt, bíómynd Ameríku og rasísku fábjánuna sem að stjórna henni. Djöfull er ég spenntur. Og já, þú fær mikið fyrir þinn snú sko. Holy shit sko. Og svo bara leikur hann svo mikið með tónlistina og tökur allt sko, bílaeltingaleikur sem er eitt svona magnast sem ég séð. Ég fekk í magan, maður svona svimar. Þetta er svo geggjaða tökur sko. Ekki segja með mér. Ég skal ekki segja með mér. Það er að taka þetta fyrir. Það eru allir hlustendur að rífa sig. Já, það er bara svo merkilegt að þetta er náttúrulega ógeðslega góð mynd að fyrstu dagarnir úti þá virðist hún sko ekki alltaf þetta var svona hvað er þetta ekki Paramount sem er búið að vera á vinningstrík með Sinners og er það málið? Já, og en hún gengur vel sko en svo kosta hún alveg geggjað sko. Já, það er náttúrulega svolítið, það er vesinn á þessu bíómyndu, hvað eru dýra? Já, en þarna er náttúrulega sko verið að nota peningna, þetta er ekki sko svona eitthvað special effect svo alltaf, þetta er náttúrulega en þetta er dýri leikarar. Hver var það var einhver skrif á Facebook þessa mynd, var það Sveinn Móg eða? Kannski. Það var, ég man ekki hver það var, skrifaði bara þetta er bíó, var það kannski hann okkar maður sem hefur reyndar aldrei komið inn á þátt okkar maður það var einhver sem skrifaði bara í hástöðum, þetta er bíó þú veist, þið verðið að sjá þessa mynd í bíó þú veist, þetta er bíómynd þetta er náttúrulega samt eiginlega sagt aðra hverja mynd sko en þetta er samt alveg, þetta er þannig sko en maður einhvern veginn trúið því frekar í varandi þessa mynd sko. Og svo náttúrulega svo við förum ekki að tæma tankinn fyrir sérþáttin en þessi leikstjóri náttúrulega, hann er með 11 Óskarstilnefningar og hefur sko unnið leikstjóraverðlaun í Cannes, Feneyjum og Berlín og það hefur enginn leikið það eftir sko. Nei. Og hann veit alltaf hvað hann er að gera, hann náttúrulega gerir ekki vondarmyndir þó að þú hafi gefist upp á The Master en þetta er eitthvað, þetta er stórmerkileg mynd ég er ennþá bara, eins og ég er ennþá bara svona að ná þetta Herri, ég sver að ég finn ekki út í hvað skrifa þetta en allavega, já, það er greinlega bara samdóma álit að fólk er hrifið að þessari mynd Já, og þetta er einmitt svona dæmigert sko, að þegar einhvern veginn fólk er ekki að reyðjast hverjum annan þegar hann að sjá hana sko Nei. Þegar nú líka bara fyrir þessi mynd líka bara kom allt í einu Já. Ég man bara, ég var að hugsa um þetta félagar okkar Reykjavík síðdeis fengum mig upphafi ás til þess að koma sérfræðingin sérfræðingin, hinn meinta sérfræðing það er svolítið kallað í tveir á topnum í mainstream medíunni þegar það þarf ég skil að það kallaði þig ég skil það, þú ert sérfræðingur, sannalegur en sko, þú veist, þeir voru að biðja mig að fara yfir myndir ársins sem að væru ég sirka, veistu hvað ég sagði? Ég sirka sagði sem er hilarious núna 9 mánuðum senna ég sagði, það er svona Avatar 3, hún er ekki komið í desember og Matan Web og Superman Superman og Avatar, það eru svona helst þessa myndir núna er ég bara, þú veist, hvað var ég að hugsa og komið bakið með Weapons og One Battle já, ég meina, en það er ekkit eðlilega erfitt að fara yfir það samt, ég var að reyna að vera með einhverjar rannsóknarvinnu, hvaða myndi var að koma í bíó það er ekkit eðlilega erfitt nei. Og þetta er ekkit sem kannski stekkur á því svona, þú ert að skoða lista Nei, alls ekki, ég meina, maður sé samt að Leonardo DiCaprio það er náttúrulega hann er ákveðin trygging Er hann ekki einmitt, oft verið að tala um að Tom Cruise sé síðasta kvikmyndastjarnan, er ekki Leonardo DiCaprio eiginlega? Jú Vist, ég meina, ef hann er í mynd þá er það bara því að það er góð mynd Er það ekki? Jú, og hann hefur líka sko skilað alveg opbóðslega mörgum dollara skrílunum sko. Hann hefur aldrei verið í franchise sko
hann var aldrei verið í einhverju Marveli eða Mission Impossible aldrei, ekkert serju sitt sko. Hann ekki eiginlega síðasti leikarinn, stórleikarinn? Ég held að sé alltaf lengi von á einum sko. Ég held að þetta síðasti sé endalaust sko. Það alltaf einhver en hann líka, ferillinn sko. Og pælir ég man þegar ég sá hann fyrst í What's Eating Gilbert Grape Ég hef ekki séð það mynd það var alveg geggjaður ekki Jú, bara krakki sko og Johnny Depp stóri bróður hans og það einmitt eitt þarna Kevin Feige gamall kall sko sem lék í What's Eating Gilbert Grape sem þarna í smálutverki í þessari ferillinn hjá sem strák náttúrulega amazing og svo náttúrulega rosalega heppin og ungur maður, ungur leikari byrjar vel og Martin Scorsese ákveður svona bara að skipta þér inn á fyrir Robert De Niro sko. Það var alltaf De Niro og Scorsese svo bara sækir hann sér yngri mann sem Leo en jú, hann náttúrulega bara ógeðslega góð leikari en svo náttúrulega hann náttúrulega eitthvað skrítinn sko. Hann aðeins yngri en ég og alltaf bara með 22 ára stelpum og bara það meikið eða eldri en 23 Nei, jókið einmitt, það einmitt jókið sko. Ég hann ekki bara svona maður sem að þú veist, hann á einhvern persónleika hann er bara í þú veist, hann er bara married to the job og svo líka getur að fara illa með ungt fólk sko að verða frægur svona mjög ungur sko hann er kannski bara fastur, Peter Pan bara fastur ég held það sko, ég held hann sé alveg bara gruna það, þú veist, hann mun bara leika til eiginlega nú sko en meina, skallilega festa ráð sitt einmitt þannig að þetta er alveg bara hot stuff one battle after another getum ekki mælt násamlega með henni og boðum sér þátt í næstu viku á þessa mynd laka mér til hvað viltu vita meira? Ég vil koma að ég fór í fótaaðgerð í vikunni það var frábært því ég er búin að hlaupa svo mikið ég er búin að vera miklu vandræði með tærnar á mér og tærnar á mér er alltaf þú veist táneglar, það vaksa svona kúftar ég þekki þetta alveg Gussi minn er svona við þessum að láta sker í stóru tærnar á hann bara þegar hann var rétt rúmlega 1 árs í alveg mjög slæmt sko það kemur alltaf ígerð í þetta það vaksa einhvern veginn svona þetta er ömulegt dæmi en ég er bara svo ánægð með það ég leið svo vel sko en ég reyndar kom með eitthvað svona sár á stóru tanna sko að hæra megin og hún let svona sáraðumbúður utan þetta sem ég var með í 2 daga gæti ekki hlaupið í 2 daga ræðilegt svo náttúrulega en ekki hlaupið í dag er ekki óvont við að hlaupa í dag Jú, ég bara dáið staðir að hann þóra að koma hinga á hopp hjóli sko ég elska þessi hopp sko það er eiginlega galið við sem ekki samstarfið hopp, ég nota þetta svo mikið einmitt það var eiginlega geggjað þú ert búin að koma því að ég Law & Order Special Victims Unit byrjaði sinn 27. umgang það er nýskott það er ótrútt úttalt náttúrulega í þessum þáttum og eru nýju þáttunir búin að sjá hana? Nei, ég er ekki búin að sjá hann en ég er mikla vonið við hann það er líka, þetta er búin að vera þetta er náttúrulega upp á stættin mín er búin að vera svona ekkert mjög góðir síðustu ár sko nú er búin að skiptum þáttastjórnuna og það er einhver ágætis kona sem að sko skrifaði handritin af þáttunum á meðan þetta var í einnastafatölu þannig að það er einhver svona veteran Law & Order SVU sérfræðingur að koma hann og þú er spenntur? Já, ég er alltaf spenntur sko og alltaf Mariska Hargitay og Ice-T er á sínum stað og Elliot Stabler verður eitthvað að gesta hlutarkast þannig að Stabler kemur líka og Amanda Rollins og Kelly Gittes sem var rekin fyrir 2 árum er komin aftur að hún er svo góð Þetta minnum á að ég byrja að horfa á Dexter ég hef aldrei hort á það núna, þú veist að tala um hvað Dexter Resurrection væri gott sko þetta er orðið helviti gamalt fyrsta serían það er ekkert finna eitthvað lík og maður bara sér þetta í dag gæðum dagsins í dag og maður er bara þetta á að vera ógeðslegt sko maður sér þetta og maður er bara, þetta er flott dúka en samt mér finnst, þetta er áhört Hvað er þessi gamalt? 2006? Er það ekki, eitthvað sluðið? Mér finnst það fálega að finna þessu svona einn lögreglumann sem sér í gegnum hann sko sem sér að hann er creep sko helvítið hann dó mjög leiðileg maður alltaf eðalega fyrir Dexter það er svo fucking fyndið sko
Hvað er tíma? Við erum þetta 40 mínútur. Það er svona heiðalegu podcast tími sko. Já, þá bara Við þurfum ekkert að drífa okkur en kannski ekki heldur að tegja lópan ef við erum alveg ég er búin að segja frá öllu ég fannst ekki gott að heyra með fótaaðgerðina. Ég er gott að ég komið þessu að. Jú. Ef við hefum haft minna að tala þá ég beðum að fara átt í svona grafískar lýsingar. Varstu vakandi þetta að geta við? Já, sjálfsögð, maður er alltaf vakandi sko. Ótrúlega gott maður, fótaaðgerð að stofa Önnu og Silju. Já, er þetta bara eitthvað að vera snirk? Nei, þetta er fótaaðgerð, skilu, þú veist. Já, ekki skurðaðgerð. Nei, þetta er ekki skurðaðgerð. Nei, þetta er bara, þú veist, en þú veist, maður er samt, skilu, þú ert snirtur og þú veist, táneglunar eru kliftar og... Ég þarf ekki að ég geti við loða því að þetta eru bara tvær miðaldra íslenskar gamlar konur miðaldra gamlar, semst það yngri en ég bara tvær konur, íslenskar konur svipum aldrei þú miðaldra já, í rauninni sko. Sýtt hvað er gamall ég þóldi ekki, hef ég sagt þið frá þessu ég er hann gamall sko. Þannig hvernig líður þér? Sko, ég kem mér sjálfur í þessa aðstöðu að vera sko 54 ára að sækja barn á leikskóla ég gerði það fyrst fyrir 30 árum sko. Hversu oft er búið að segja þig? Já, bara afi mættur Nei, það var alltaf í lagi en þetta eru sko krakkarnir alltaf Ertu afi að skussa? Er þetta afi? Og hvað segir þú? Nei, ég er pabbinn ég er bara svolítið gamall pabbi Ég þykist náttúrulega ekki að tvinna fyrir þessu en þetta pyrrum svo mikið, ég fór í bækerlega eitthvað að sækja hann í gær þá bara kemur afi í lendar hann og buffaður eitthvað aðeins krökkum fyrir Nei, ég held alveg róminni en þetta er svona, þetta stingur sko Þetta stingur, þú tekur þessu inn Já, því að ég gæti náttúrulega alveg verið orðin afi en ég sem betur fyrir hefur ekkert barnana minna lagt á mig, ég hef engan á því eins og Ragga mín segir þú þarft ekki barnaböld, nú sérðum þetta sjálfur Nákvæmlega Herru, gleðifrétt fyrir mig, ég sá á einhverjum vef að Angel Heart sem ég nú oft ligg undir ámæli fyrir að setja alltaf í fyrstu, efstu 3 sætin yfir uppáhaldsmyndir mínar Ámæli að sjá hana Já, minna, hún er Paramount Plus er að streyminni og það er svona að vera að benda fólki sem hefur aðgang á því sem alltaf ekki að þarna sé Lost Horror Gem og Guillermo del Toro hefur lýst yfir ástsinni á Angel Heart sem hann segir að sé an amazing movie og an audiovisual feast og Mikki Rourke sé frábær sem er náttúrulega eitthvað sem við Mikki þurfum að heyra reglulega því að hann er náttúrulega alltaf í skítnum sko Hann er svolítið mikið í skítnum Já, og þetta verður bara að vera Herru, svo er ég vil vera þannig flott ef við myndum gleyma að minnast á Riff Reykjavík International Film Festival Hún byrjaði í gær Já, ég sá einmitt það var í kvöldréttum sínar ég heyrði tók við Steinn Örn Pétursson við talum við Óla Darra meðal annars og Hrönn var hann var mættur að Háskóla bjó Ertu búin að skoða dagskrána núna? Ég er svo ótrúlega ómenningarlega sinnaður Já, það er alls konar myndir sko og ekki bara einhver menning en þetta er alltaf svo ofboðslega yfirgrifsmikil og stór dagskrá og anti-hátíðið mitt þú veist það hefur farið versnandi með árunum þó að ég taki 100 milligram amfetamín á dag Ég hef líka svolítið erfitt með það Þannig að ég sóna bara út sko en er að svona liggi yfir þessu því að ég bý á Melónum sko Háskóla, þetta er í hverfinu mínu bara Ég nenni nú ekki slömminu, nei þú hættir nú ekki í slömminu Ég nenni nú ekki svona útkverði sko The murder capital of Iceland Já, en ég er bara að bæla með því að fólk bara skoði dagskrána og þú veist það geta allir fundið eitthvað þetta er náttúrulega alveg rosa gleði hjá bíófólki núna er þetta ekki, hvað sagði Hrönn við Vésteinn 22 dagar framöndan Þetta er fram til 5. október síðasti dag og ég hef verið í dómnefnd á Riff vissur það? Nei, ég vissi ekki Nei, ég hef verið í dómnefnd held ég nokkru sinnum Hvernig var það? Það var sem var hátindi fréttablaðsins og míns eigins 2006, 7, 8 En svo sko, er ég að renni við dagskrána núna og ég fatta bara alltaf, þú veist
ég er með ótrúlega lélegan smekk ég vil bara þinn smekk ég er bara með minn smekk sko. ég er bara, það eru hérna bara alls konar myndir ég er bara það þarf að fá sig í að horfa þetta sko. já, þá, nei, þetta er samt, ekki tala þinn smekk niður sko. Þetta er eins og ég er alltaf orðin í seinni tíð ég geri helst bara kröfum ákveðin body count sko. Ég vil að það sé x margir drepnir og það sé læti og hasar sko. Ég var miklu duglegri við svona arthouse-bíómyndir þegar ég var sko 20 heldur en núna sko. Í mitt ég nefnilega hef aldrei dotti í þær sko. Nei. Sem ég ætti kannski að gera meira af já við hvetjum alltaf að kíkja já, það er hellingur þarna ég meina, þá sína Vertigo og ég held að sé í föstaskvöld þá var svona eitthvað búblubíó þá var þetta að sjá hérna Paul Joey með henni, Kim Novak og Frank Sinatra svo ekki alltaf eitthvað sýning í já, það ekki skemmt er svona sá viðburði sem ég er spenntast fyrir ég er náttúrulega nennadrjónir svo viðburði en þá að horfa á The Descent í Helli sástu The Descent? Nei helviti góð hryllismynd sko 4 vinkonur sem eru svona einhverju hellamambói og fara hún í einhvern helli og það eru bara einhverju skrýmsli sko fætti ég að horfa á það í dimmum helli þetta er ógeðslega góð hugmynd það er geðveik hugmynd en þú veist það er fyrirhöfni sko og það er maður að fara í hellin og eitthvað þetta sé ekki hellin þetta sé ekki hérna á Suðurlandi ég fari í þetta er svona já svo ekki myrkur fóru svona hellaskoðan sko og svo voru slökkt ljósin ég hef aldrei séð jafn svart myrkur þú veist, þú sér ekkert, ekki neitt þú veist, þetta er bara gríp í Dóru og haldi í hana bara til að vissum hún væri þarna, þá má stæði við hliðina á mér sko. maður á að gera meira af þessu og ég, sko, almennt er þetta bara þannig á mér ég gera bara ekki nógu mikið af hlutum nei, þú veist, í alveg, maður er bara einhvern veginn svo fastur auðvitað, bara í vinnu fara á barinn, fara í bíó þú veist, fara í samkvæmi, hitta fólk eitthvað, en þú veist, bara gera eitthvað svona skilur, fara á tónleika fara á svona hátíð, maður á að gera meira og það er allir að gera meira nei, ég segir við þig svimar við þetta manni sem gera aldrei neitt ég er náttúrulega ég er Óttar Guðmundsson í Geðlækni ég fer ekki oft kannski 3-4 ári og hann spyr alltaf svona hvernig ég sé í félagslegum tengslum hittur einhverja áttu einhverja vini nei og svo fór ég í bakarameistaran í vikunni bakarameistaran í Austurveri fæmisundum 3 hæðarista samloku og Amerikan og Karmel Kleinring og ég er búin að fara þetta til svo nýlega og þá alltaf út í hotni þá sitja 4 vinir saman og eru bara að spila spil bara í bakaríun gamli kallar og svo var ein kona að spila með þeim í fyrra dag og ég satt að það wow, ok, þetta er ógeðslega sætt wow eiga svona vini og svo akkur á ég ekki svona vini og svo ég segi, ef ég ætti svona vini þá var ég alltaf að reyna að finna afsökun fyrir að koma ekki heyrðu, að koma að spila það nei, þetta er ekki sko þannig ég er bara það sem að ég er sko, að því ég er eins og ég er sko það er ekki það alveg gott já, ég meina, þú veist, ef maður er að hamingju sem er í sínu svo fer þetta bara eftir þú veist hvernig ég er smá svona social butterfly sko. Ég verða að vera í ákveðnum félagskap sem er samt svona líka eins og mér ég velti stundum fyrir mig, þú veist, það er líka gott að geta verið eitt sko, þú þarf líka að kunna það já, þú þarf að læra það þannig að þetta er eitthvað millur og þú veist þetta er með tanum, ég held að þetta að ég er búin að vera pappi í 34 ár sko, og ég held að það er alltaf að vera meira og meira börnum má ekki leiðast þú veist, og það er bara svo fóruðar sér allir og yfirsnúningi að vera alltaf með skemmtiðættir og prógram sko, þegar börnum má ekki leiðast nei, það er svo holdt að leiðast já, og með gussi mín var hjá mömmu gistaði síðustu helgi og sagði hann mér leiðist og veistu hvað amma sagði þá? Ég sagði nei, hún sagði gott já, gott hún sagði bara læra að láta þig leiðast já, það er full svona á að gera þetta sko. þannig að þetta vera já, heyrðu, þá nefndu við Rif já. Ég rak augun í eina mynd á dagskrá Rif sem heitir Control og ég hef séð hana nei þetta er svona ævisaga, ekki ævisaga saga söngvarins í Joy Division já, ok kannastu við þáljónsveit? Nei, alls ekki Love will tear us apart, the routine bites hard and ambitions are low bla 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 breskljónsveit og hann stýttir í aldur þannig að hann var 23 ára
og sko frá konu og 2 eða 3 börnum og mennur þú náttúrulega að fólk var fullorðnana hraðar í den sko já en og ég skrifaði sko dómum held ég í Fréttablaðið því að ég sá hann á Riff og varstu hrifin það? Já, þetta mjög góð mynd sko alltaf verið að sína sem mynd á Riff nei, ég vonandi sér ekki sama sagan og sama nafn og ný mynd nei, ég sá á Facebook að Dr. Gunni er spenntur fyrir að sjá hana kannski veit hann ekki kannski er hann búin að sjá hana sko þetta var 2007 mjög góð mynd og átakanlega sko það var hengt sig svona gardínu spotta minnum á Pieta samtökinu fyrir þú passa alltaf bara minnum á það það er svo mikilvægt standa vörðum okkar ég er mjög fróður geðheilsu og geðrækt og geðsjúkdóma ég man ekki hvernig ég var síðast svona spenntur fyrir að fara í bíó nei, það er alveg gleði það er frábært svo var ég eitthvað að tala fjálglega það í síðasta hætti að The Life of Ted Chuck Life of Chuck mér lókar að sjá þessa mynd það var bara ein mynd, ein sýning hún var bara sýnd í einni sýning í gær, þannig að hún er farin hún kom og fór þannig að það er sennilega því hún hefur kannski ekkert verið að raka inn áhorfendum þá úti Tom Hiddleston, jú, Loki hann leikur í henni og þetta er bara frábærmynd þetta er eina bestu myndum ásins hjá mér sko. Það er þannig þú ert búin að sjá hana? Já, hún er lengur komin í streymi sko. Já, þetta hún er lengur búin að vera í bíóti og einhvers staðar á leiðinni hefur verið hægt við að setja henni almenna sýningar í ok, hann hún er fálega en hún er ekki að gera ekki að gera kannski gott móti með þessu svo er önnur King mynd, ég myndist líka í síðustu viku The Long Walk já, er það eitthvað gott? Já, það er ókíslegt og svona ljótmynd sko þetta er svona Hunger Games á sterum sko og allir óbúst ánægði með þessa mynd er þetta góð mynd það? Já, Mark Hamill heldur ég mikið að horfa hana? Já, ég skal fara fyrst best að ég takk alltaf tjekk þegar það er svona eitthvað hryllingur og ógeð sko segir mér það svo og ég get þá sagt hlustundum vel í henni ef ekki bara býða fólkum að lifa vel og býða átækta við komum með geggja þætti næstu vikunar það er verða brotin til merkjar stórmál í næstu viku og í næstu þáttum þurfum alltaf að taka One Battle After Another það er Promise svo þurfti að gefa Alien Earth líka miklu meiri gaum alltaf gera sko minnum að toppfólk alltaf að kíkja á toppfólk á Facebook en þeir sem hafa hlusta á síðasta þátt og fóru inn á toppfólk á sunnudaginn að aðtúa hvað Oddur ætlaði að fræða hvað var að koma í streymið alveg rétt ég ætla að byrja að gera þetta núna byrja sunnudaginn núna ætlaði að bara kvötta á það bara. Það er ekki það? Jú